Breki, komin í Keflavík, bara svona, byrjum á því hvernig komin til? Bara höfðu samband og þannig að í Stjörnunni og ég fór á fund og það kláraðist bara frekar fljótt. Svona, var greint frá því að það staði til boða líka að fara til IBVF. Þurftur að gera upp á milli? Já, ég átti góðu samtali við þá og þetta fyrir þjálfarinn þarna og IBVF fann hlutina hratt, þannig að það æxlaði svona. Þú varst auðvitað leikmaður í IBVF á síðasta tímabili. Var erfitt að neita þeim? Erfitt að neita þeim? Já, að velja Keflavík yfir þá? Nei, svo sem ekki. Bara, mér þykir rosalega vænt um fólk í Eyjum og Eyjuna, en þetta er bara fótbolti, sko. Hvað var það við Keflavík sem heillaði? Bæði bara fundinni sem ég fór á, það var ekkert bullshit í gangi, bara stuttir og góðir fundir og já, ekkert eitthvað sérstakt, sko. Kom aldrei til greina að vera áfram hjá Stjörnunni? Svona nei og já, en nei frá mér. Og já, þeim líka þeirra. Hvers vegna? Bara, ég veit það ekki, kannski er ég ekki nógu góður í Stjörnuna. Það sé ekki ástæðan. En auðvitað bara spenntur fyrir komandi átökum með Keflvíkingum? Já, sjálfsögðu, þetta er svona, það er verið að spá okkur núna neðst að svipa og gerast í fyrra hjá okkur IBVF, sko. Og við vorum bara stigið frá top 6, þannig að vonandi getum við gert eitthvað svipað í sumar. En þú þekkir það vel að vera nýliði í deildinni? Já, heldur betur. Það lítur að hjálpa bara? Já, jú, gerir það. Þetta bara, markmiðið lítur að vera skýrt fyrir Keflvíkinga á næsta tímabili? Já, bara alltaf að halda sér uppi fyrsta ári er bara mikilvægt fyrir klúbbinn, sko. Ert þú með eitthvað persónulega markmið? Líklegast bara reyna að skora meira og leggja meira upp en ég gerði á síðasta tímabili. Ég var dálítið óánægður með það á síðasta tímabili hjá mér. Ertu búinn að mæta einhverju æfingar með Keflvíkingum? Ég flutti í gær, þannig að tók við létta hlaupæfingu og gym og svona í gær, þannig að já. Líka vel? Já, mjög vel og hópurinn er helviti næs og mér líst vel á þjálfarann og stjórnarmenn og svona, þannig að ég er bara ánægður.